Ok, þetta húsinn á hliðina á mér að gera mig geðveika. Þeir byrja klukkan 8 á morgnana og eru alveg fram á kvöld. Fyrsti á eini bollinn. Mér bara finnast kaffi ágætt. Mér langar að klára svona helmingin af þessum bolla. Mér langar að segja ykkur aðeins hvernig mér langar að hafa þetta myndband í dag. Ég að pæla að taka bara upp bara venjulegan dag. Þið komum bara með. Eina sem planað að ég ætla að fara á fund núna með fyrirtæki. Mjög spennt fyrir þessum fundi. Mjög spennt. Smá upplýtt kannski bara að mér liði vel. Kúlan ekki búin að stækka neitt og það bara endalaust verið að boxa. Boxari sem ég með í bumminu. Alltaf þegar ég að keyra á milli staða þá ég alltaf að blasta tónlist og alltaf þegar ég að keyra þá bara boxari. Nei, ég ætla inn. Komin inn í stofu. Ég ætla aðeins að undirbúa mig fyrir hennar fund. Ég á mæta eftir hálftíma og sé ykkur í bílnum. Ég verð að setja þetta í Maps af því að ég rata ekki neitt. Mætti halda að ég veri ekki íslendingur, ég alltaf átt að vilt. A few moments later. Þá ég búin á fundinum. Ég að pæla að fá mér að borða. Ég að kafna. Það komin sól. Þú vorstu sjáið. Það var alveg alskýjað í morgun og núna komin sól. Þannig að ég ekki að fara að vera í þessum fötum. En ég sett inn svona question box á Instagram. Þannig að fá hugmyndir frá ykkur hvað ykkur langar að sjá í dag. Þannig ég ætla að sýna ykkur outfitið í dag. Ok, þetta ekki góð. Nei. Hingra þess. Ég kann ekki svona. Halló, halló. Ok, ég var að færa þetta til að geta tekið upp fyrir ykkur outfitið. Sjáu þið. Herregud. Oh my god. Nei. Ok, það ok, ég var að gera meira mest. Það virkar ekki að rúta þessar ekki ok. Farmersmarket, mango, veit ekki, sokkabuxur einhverstaðar, vagabond, skór, svona sokkaskór, ógeðslega þægilegir, spöng frá Kina Tricot, teygja sem ég nota alla daga þegar ég tekið eftir uppáhaldstegja minn. Ef myndið tínunni, ég veit ekki hvað myndið gera sjálf á mig. Kina Tricot líka, og þetta stíl. Outfit dagsins. Jæja, hér vinn ég. Svo kemur í minninu og þykist verið eitthvað svaka kvöldur. Þessir málarar. Hérna skrifstofan mín. Hér sitt ég með blómanu mínu sem lifir enn. Ég sem sagt að vinna á skrifstofunni hans pappa. Pappi málararmeistari og þetta fyrirtæki hans. Hér ég skrifstofustarfi með Sigga sem bróðir pappa og hann hérna beint á móti mér. Ég ætla að kynna ykkur fyrir honum eftir. En alltaf á mánudögum og yfir vikuna, þú veist, þá ég með Reykjavík Lekkapress Instagramið á miðlana. Mér finnst það ógeðslega gaman og eins og í gær þá var ég að gera mjög svona creative, svona kynna vöru, svona vikuplan sem ég elska. Það hérna, sjá. Þú ert búin með vikuna, þá getur þú bara rifið þetta af. En hérna bara vika, stundir vika. Skrifa dagsetningar hér og svo bara dagana. Hér getur þú gert búið til checklista. Ég get sýnt ykkur svona vídeo hér. Hvernig maður getur notað þetta. Mjög sniðugt. Þetta Siggi, samstarfsfélagi minn. Hæ Siggi, það hef YouTube. Hæ YouTube. Þú ekki að taka myndi, ég á að vera klipni.
varla ský á himni. Ég komin fyrir utan Kringluna. Hver fer í Kringluna í svona veðri? Ég skammast mín. Takk fyrir það. Samleiðis. Ok, ég keypti svo sæta samfellu. Þetta náttúrulega langsætast þegar þeir eru svona ógeðslega litlar. Hvít basic. Hei. Ó, eitt opnum. Wow, girnilegt. Nafri. Bumbulíus er hræðilegt sem fólk bara hægt að nota. Bumbulíus? Úps. Það eðlilegt að segja og orða akkar í staðinn fyrir apótek. Ég fatta þetta ekki. Það rosalega margir sem bara mismæla sig þegar rætt að segja bakarinn þegar apótek og öll. Það meikar ekki sens. Nei, þetta bara svona. Þeir sem gera hægt á vinstri með að skila ökkurskýrstinu sínu í saman. Ég búin að vera frá valega núna. Og þannig er enginn að heyra hvað ég drömdi. Já, og ég segi þetta mömmu. Bensinlykt er góð, ég er sammála. Nei, en í guðana var ég taktu límiðana að vittan að flösa niður. Já. Já. Ég er ekki sammála. Með miðana af það betra. Ég var að fá pakka. Ferðastærðir. Sniðugt, takk fyrir. Facial wash, moisturizer og andlitshrensir. Þetta er geggjað. Kvöldrútínu eða make-up-rútínu eða svona skincare en ég get eiginlega ekki sýnt frá því núna út af því að ég er búin með allar fyrirna mínar. Þetta er meira að segja Michelin vatnið mitt er að klárast sko. Magna hvað allt klárast bara á sama tíma. En eins spyr hérna, hvernig er planið hjá ykkur eftir að baby kemur í heiminn? Planið er bara að aðlagast með barn og vera allavega einhvern langan tíma til að bara bæði safna pening og vera með fjölskyldu hér. Áður en við munum svo mjög líklega aftur flytja út þegar Tómas sér alveg fyrir sig að hann eigi eftir að vinna erlendis þar sem er miklu meiri atvinnutækifæri leið og ferð út, leið allt verið betra í heiminum. Það er voða gott að geta verið hér með fyrsta barn og þú veist fá þá alla hjálp sem hægt er að fá frá fjölskyldu og vinum og svo þegar að allt verið betra þá getum við hugsað okkur að mögulega flytja einhvers aftur út. En það er ekkert ákveðið, þú veist, við erum ekki bara komið svona langt, sko. Við veitum ekki eins og hvort við ætlum að hafa kynjaveislu, sko. En ég væri til að sýna ykkur sem frá húðvörunum sem ég nota og make-upinu sem ég nota. Ég er engin snillingur þegar kemur að þessu en þið eru alltaf að spyrja mig þannig að ég get svo sem vilja sýnt ykkur. Ég ætla að fá mér morgunkott og ég er að horfa á fæðingarvlogið hennar Söru. En þið verðið að, ég sko sagði við mömmu, getur ekki eitt morgunkott þegar þú fer næst í búð. Hún kom heim með, 7 mismunandi pakka. Þannig ég blandaði bara öllu saman í stóran poka. Svo gott. Það var ekki mikið prego update núna. Ég sýndi ykkur ekki einu svona kúluna mína. Var ég sýningur hana? Bumbi. Bumbi. Ég ætla að fá mér að borða og horfa á þetta vídeo. Hvað er klukkan eiginlega? Klukkan er 10:11. En ég horfa örugglega þetta myndband og svo er ég örugglega bara dauð, sko. En ok, góða nótt, segjum þetta gott í dag. Takk fyrir að fylgjast með og segjum mér endilega hvað ykkur finnst svona myndbönd. Ég elska að horfa á svona myndbönd, það sem er bara svona venjuleg dagur. Vonandi fannst þér líka gaman að horfa á þetta og horfa á þessa vitleysu. Þú yttir nokkrum mínútum að lífiðinni í þetta. Takk æðislega fyrir að horfa og vonandi getur þið gefið þessu like eða fannst skemmtilegt og kommenta endilega hér fyrir neðan hvort þið hafi fundist þetta skemmtilegt myndband og hvort þið vilja meira svona. Ef það væri til í meira svona þá myndi ég kannski posta oftar og ekki gleyma að subscribe, mjög mikilvægt og íta á bjölluna þá ferðu tilkynningu næst þegar ég posta. Takk fyrir að horfa, góða nótt.